Góðan dag og velkomin á kynningafund raunfærnimat hjá Iðunni fræðslusetri. Ég heiti Erna G. Árnadóttir og ætla aðeins að fara yfir ferlið með ykkur, hugmyndafræðina á bakvið raunfærnimat og svona hvernig þetta gengur fyrir sig. Raunfærnimat leið til að meta þá þekkingu og færni sem einstaklingar hafa öðlast í gegnum starf sitt í iðngreininni og í skóla. Sumir hafa byrjað í námi og ekki klárað og hafa farið aftur út á vinnumarkaðinn og í gegnum námskeið og í frítíma. Tilgangurinn að gera þekkingu og hæfni sýnilega með því að meta hana á áreiðanlegan hátt og með kerfisbundnum hætti. Og það mjög mikilvægt að taka það fram að þetta ekki afsláttur af kröfum hæfni og þekkingu. Og niðurstöðurnar úr raunfærnimatinu þær eru alveg jafn gildar og niðurstöður úr formlega skólakerfinu og veita eingöngu í meistaraskóla. Og ef nemandi til dæmis sem fer í gegnum raunfærnimat og fer svo í skólan í framhaldinu og brautskráðs úr skóla, klárar sveinspróf, hann stendur algjörlega jafnfætis nemanda sem hefur klárað allt námið í skóla, hvað það varðar að fara í meistaraskóla. Og í raunfærnimatið þá verið að meta þá reynslu sem einstaklingurinn hefur í sinni iðngrein og finna hvar hann staddur í náminu, svona eiginlega kortleggjan samkvæmt námskránni, að því í raunfærnimatinu þá erum við að miða við gildandi námskrá í þeirri grein sem viðkomandi að fara í mat í. Og þetta möguleg stytting á náminu, en það aldrei hægt að segja fyrirfram hversu mikil styttingin að því það svo einstaklingsbundið. Það að vera að meta reynslu hvers einstaklings fyrir sig. Og þetta hefur eins mikil hvatning fyrir einstaklinga til að ljúka námi. Af því það auðvitað margir sem hafa unnið lengi í sinni grein og ekki klára nám, kannski byrjað eða ekki, en hafa áhuga á að klára námið. Þannig þá raunfærnimat mjög góður kostur að byrja á. Inntökuskilyrði í raunfærnimat eru 23 ára og eldri og að hafa 3 ára reynslu í greininni sem þið fara í mat í. En 23 ára eldri við höfum reyndar haft það þannig að þeir sem verða 23 ára á árinu geta komið í mat, en með reynsluna þá þarf hún að vera alveg full 3 ár miðað við fulla vinnu, en hins vegar þarf það ekki að vera síðustu 3 ár eða 3 ár í röð, heldur bara í heildina. Og starfsreynsluna þarf sem sagt að staðfesta með opinberum gögnum, lífeyris og sifiliti, það oftast einfaldara, eða þá skattaframtölum. Það greinar sem við verðum með í raunfærnimati núna komandi önn eru þessar í byggingagreinunum, húsasmíði, múraraiðn og pípulagnir. Við verðum með allar bíliðngreinarnar, bifvélavirkjun, bílamálun, bifreiðasmíði, matreiðslu og vélstjórn, og svo bætum við fleiri greinum við ef að þörf á og verður eftirspurn eftir. Og svo eru svona fámennari greinar sem við tökum alltaf jafnóðum. En ég vil ekki áherslu á það eingöngu verið að meta faggreinarnar en ekki almennu greinarnar, íslensku, ensku og tungumál. Allir sem að fara eða skrá sig og vilja koma í raunfærnimat, þeir koma í viðtal til náms- og starfsráðgjafa og geta skráð sig á þetta rafræna form sem þarna á skjánum, þetta á heimasíðun okkar. Og þá höfum við samband við þá sem hafa skráð sig. Og við bjóðum auðvitað upp á rafræn viðtöl, sérstaklega núna á þessum tíma, þá eru þau orðin minn algengari. Og svo auðvitað alltaf hægt að ná í okkur í síma með því að hringja bara á skiptiborðið og biðja náms- og starfsráðgjafa eða senda okkur tölvupóst á ráðgjöf@idan.is ef þið hafið einhverjar spurningar eða viljið eitthvað fá nánari upplýsingar. Hérna sjáum við ferlið svona í heild sinni. Það þessi kynningafundur eins og við erum með núna. Svo fara þeir sem vilja koma í mat í það að safna gögnum sem eru lífeyrissjóðsyfirlitin og kannski ef þeir hafa farið á námskeið og eigið viðurkenningar frá þeim námskeiðum endilega líka að finna það. Svo skráið þið ykkur í viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa og það var hérna rafræna formi sem var hérna á glærinu undan sem við finnið á heimasíðun okkar. Þegar þið hafið skilað gögnum þá fáið þið
það sem við kallum færnimöppu. Þið fáið gátlista sem er svona sjálfsmatslisti þar sem þið að meta ykkar þekkingu sjálfir eða sjálf og svo fáið annar lista sem er svona nokkuð svona ferilskrá þar sem við setjum upplýsingar ykkur, starfsreynsluna og menntun og námskeið. Þessu skilið síðan til okkar og við látum ykkur alltaf vita hvenær þið að skila og allar svona tímasetningar. Og síðan matsviðtal, þar sem við hittum fagaðila, þar sem matið fer fram og svo fáum við að vita niðurstöðurnar og næstu skref og við förum yfir skólamál í kjölfarið því það er alltaf einhver skóli eftir raunfærnimatið. En mér langar kannski bæta við þarna það sem við sjáum viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa ef að þið náið ekki að safna gögnunum áður en það komið bara samt í viðtal. Það er betra að hafa gögnin en það er ekki nauðsynlegt. Og í matsviðtalinu þá þarf allan að mappan að liggja fyrir, þá þurfum við bara að skila henni og fylla út þennan sjálfsmatslista og þessa ferilskrá. Og matsviðtölin eru á vinnutíma og ýmist á staðnum eða í fjarfundi, það er misjafnt bara hvað menn óska eftir, sérstaklega nú á tímum, og þar fer fram þetta samtal á milli fagaðila og þáttakandans. Og það er fagaðili í greinunum. Kostnaður í raunfærnimati. Það er þannig að markhópur raunfærnimatsins er fólk sem sækist eftir að ljúka námi úr framhaldsskóla og því greiða þeir ekki neitt fyrir matið sem ekki hafa lokið námi úr framhaldsskóla. En þeir sem hafa lokið sveinsprófi, stúdentsprófi eða sambærilegri menntun greiða fyrir raunfærnimatið. Og þá er það mismunandi hvort að viðkomandi er félagsmaður eða ekki. Félagsmenn greiða 49.000 krónur en þeir sem ekki greiða endurmenntunargjöld af sér til iðunar og eru því ekki félagsmenn, þeir greiða samkvæmt verðskrá fræðslumiðstöð atvinnulífsins og þá er grunngjaldið 152.000 krónur og að auki þarf að greiða 1.860 krónur fyrir hverja metna einingu. Og þeir sem greiða í önnur endurmenntunar, eða önnur stéttarfélög ætla ég að segja, að að gera sækja fræðslustyrk til síns félags. Og það er mjög mismunandi eftir stéttarfélögum hversu mikið endurgreitt, að bara kanna það mál. Og þá koma að næstu skrefum. Það er að safna gögnum, fara í það að finna lífeyrissjóðsyfirleitin og ef þið eigið viðurkenningar fyrir námskeið sem að þið hafið sótt og svo að panta tíma hjá náms- og starfsráðgjafa og fara bara inn á heimasíðuna og finna linkið þar. Panta tíma og við verum í sambandi við ykkur í kjölfarið. Já, þarna var farið yfir helstu atriðin varðandi raunfærnimat og hvernig ferlið gengur fyrir sig og ekki ólíklegt að hafa einhverjar spurningar vaknað hjá ykkur. Þannig ég hvet ykkur eindregið til að setja inn spurningar og ég mun svara þeim jafnóðum. Kannski svona með að við bíðum eftir að fyrstu spurningarna detti inn að þá má geta þess að frá lífeyrissjóðnum gögnin sem þið þurfið þaðan. Það er bara mjög einfalt að fara inn á með rafrænum skilríkjum inn á lífeyrissjóðn sem þið greiðið því og þar finnið þið yfirlit yfir greiðslurnar ykkar. Ef að þið lendið í vandræðum þá má alltaf hafa samband við starfsfólki þar og þau leiðbeina ykkur hvernig þið náið í þetta. Svo. Og það er kannski ágætt að ítreka það að 3 ára reynslan þarf ekki að vera síðustu 3 ár eða 3 ár í röð, bara 3 ár í heildina með við fulla vinnu. Þannig fáum oft á spurning hvort það þurfa að vera í röð eða síðustu 3 ár, en svo er ekki. Engar spurningar. Bara svona með við býðum endilega að setja þið inn að niðurstöðunar úr raunfærnimatinu, við færum þær inn í innuna í lokin sem er upplýsingakerfi framhaldsskólana, þannig að þá eru niðurstöðunar alltaf þar inni með námsferlinum ykkar og aðgengilega þegar þið farið svo í skólan. Já, hér er spurt, er gott að safna gögnum öll námskeið eða nám erlendir? Já, það er mjög fínt. Gott að hafa heildarmyndið, góð spurning og líka að þið hafi farið námskeið bara allt sem þið hafi tekið. Það er mjög gott.
Og svo spurning hvenær stefnt að hefja þetta. Ég myndi ráðleggja ykkur bara að fara inn á rafræna formið sem inn á heimasíðun okkar, setja inn upplýsingar ykkur og svo förum við það bara að hafa samband við alla. Raunfærnimati framreiðslu spurt. Á þessari stundu það kannski ekki alveg ákveðið að við vorum með á síðustu en að gera settu inn bara á rafræna formið, þá vitum við að því ef að koma margir, þá munum við klárlega að fara í það. Þannig að það ágætt að vita af ykkur. Og auk þess að þá erum við með svona áhugalista, þannig að við setjum alltaf þá inn, þannig að við vitum hvað mikil bíð eftir hverju grein fyrir sig. Þetta nú við, núna ég búin að senda lífeyrissjóðsgögn og fekk svar, ég þá skráður. Gott, við munum vera í sambandi við því í framhaldinu. Gott fyrsta skrefið mitt. Svo spurt, nú ég búin að skila inn öllu gögnum fyrir mína starfsreynslu, geti þá farið beint í næsta skref. Já, við munum hafa samband við þig, af því þú kemur í viðtal og við förum yfir gögnin og svo tekum við þetta skref að stigastígi. Og við munum alltaf segja hvað næsta skref, af því við áttum okkur alveg á því að þetta pínu flókið svona ferli, þannig að við munum alltaf segja ykkur frá því. Meina ótengd þeirri grein sem verið að sækja, já, ótengd þeirri grein sem verið að sækjum að fara í matið, meina gögn sem ótengd þeirri grein. Já, það ég veit kannski alls ótengd, þá kannski það minna áreiðandi, en ef það einhver þarna tenging, eitthvað, og það svo sem alltaf gott að hafa þessi gögn yfir reynsluna sína, hvort sem að nám eða starf, þannig að ef þú hefur ekki mikið fyrir því, þá myndi ég alveg ráðleggja að gera það. Já, gæti raunfærnimat stytt samning hjá meistara? Já, það gæti gert það. Við erum með raunfærnimat á samningi í nokkrum greinum, ekki öllum, en við förum alltaf yfir það í viðtalinu, þá förum við sumir hafa byrjað á samningi, sumir ekki. Raunfærnimat þetta taka í sumum, ekki öðrum, þannig þetta munum við einmitt taka fyrir í viðtalinu. Það svona ákveðin atriði sem við förum alltaf bara einstaklings, þegar við fáum einstaklingin í viðtal. Sjá, hvað var það? Já, einn segir kem ekki heim til Íslands fyrir 19. hvenær byrjar þetta, það ekkert mál, senda okkur bara á þetta form þarna á heimasíðun okkar og skrifa það bara sem athugasemd og þetta tekur allt sinn tíma, þannig að þú munt ekki missa af því. Hvar fær maður gögn frá lífeyrissjóði? Það að hafa samband við lífeyrissjóðinn, getur bæði hringt og þeir leiðbeina í gegnum þetta eða farið inn með rafrænum skilríkjum og það svolítið misjafnt eftir sjóðunum. Og ef þú ert að pæla í hvaða sjóði þú hefur greitt í, þá ágætt stundum að fara inn á síðu sem heitir lífeyrisgáttin.is og þar listi yfir alla sjóðina. Þá rifjar maður kannski upp hvaða sjóður það en svo þarf þetta að fara inn á þann sjóð og hvern sjóð fyrir sig. Ef þú hefur greitt í marga sjóði, þá þarf að fá gögnin frá öllum sjóðum, nema þú sett með 3 ár frá einum, þá nægir það alveg. Í raun og veru þó þú hafi langa starfsreynslu, þá þarftu bara að sýna fram á 3 ár. Ég búin að vinna við þetta í 3 ár í sumar, get ég sótt raunfærnimat núna í vor eða þarf ég að bíða þangað til á næsta ári. 3 ár í sumar, segiru. Já, það þarf eiginlega að vera alveg 3 ára starfsreynsla. En láttu okkur vita af því, þá vitum við þegar við förum í gang að þú ert að klára þessi 3 ár núna í sumar. Þannig að ég myndi klárlega ráðleggja að senda okkur annarkvæmt í tölvupóst eða þarna á rafræna formið og þá setjum við það á lista. Hver fleiri spurningar? Já, er ég að hoppa yfir eitthvað? Já, hann einn góð. Þegar búið að meta raunfærnimatið einhver gildistími, svo sem þarf að fara í skólan innan einhvers ákveðins tímaramma frá mati. Nei, það ekki neitt gildistími, en hins vegar geta námskrár breyst í skólanum. Og það veit maður ekkert fyrirfram. Þannig það kannski frekar það, en það sem farið metið, sá áfanginn sem farið metinn, hann alltaf metinn, en mögulega hefur áfanginn eitthvað aðeins breyst í skólanum. Komnar fleiri. Sjá. Svo.
svo kemur hérna. Eftir matið hægt að taka bifvélavirkjun í fjarnámi. Eins og staðan núna þá bifvélavirkjun ekki kennd í fjarnámi, það dagskóli. Hvernig virkar það ef maður hefur starfað við þetta sem verktaki? Hvernig sýni ég fram á starfið sem ég að sækja raunfærni mat? Ef þú ert verktaki og ert að starfa á þinni eigin kennitölu og með virðisaukaskattsnúmer í byggingagreinunum eða í þeirri grein sem að þú ert að starfa í og ert að koma í raunfærni mat, þá nægir það alveg. Hvernig virkar það ef maður hefur starfað við þetta sem, það var komið, já. Ok, það er næstu fyrir neðan. Er hægt að nýta þetta til að fara í sveinspróf án iðnmeistara og er það möguleiki fyrir grafíska miðlun? Að fara í sveinspróf án iðnmeistara. Sko, við erum í raunfærni mat í grafískri miðlun. Algjörlega og þannig að að gera að bara senda okkur þarna á forminu. Sko, þú getur komið í raunfærni mat á samningstímanum í grafískri miðlun, svo er þið bara að sjá hvort að eitthvað stendur út af. Verði ég að vera með meistara til að klára námið. Þú þarft til þess að útskrifast með sveinspróf, þá þarft að klára námssamninginn. Þú getur byrjað á að koma í raunfærni mat. Það er ekki málið, en þú þarft hins vegar að klára samninginn einhvern tímann á ferlinum. Stundum er hægt að koma í raunfærni mat, nú eru smá breytingar, það er rafræna ferilbókin komin og þannig að við förum yfir það með þér í viðtalinu. Fyrir svona aðeins eftir hvað grein þetta er, þannig að við skoðum það bara. Sjá, aðeins að skrolla hérna upp, býtu nú við. Nei, það er komið. Þetta var búið. Já, svo kemur spurning, hvaða tímaramma erum við að tala um cirka eins og fyrir bifvélavirkjun, er matið þá fyrir sumarið? Já, við verum með það á þessari önn. Við erum ekki alveg búin að tímasetja nákvæmlega en ég myndi klárlega ráðleggja þér að senda bara strax gögnin og við verum í sambandi við þig og þá færðu gátlistana og svona gengur ferli fyrir sig. Það er ekki alveg búin að tímasetja hvenær matsviðtölum verða en það borgar sig að fara strax og þetta á við allar greinar að fara strax í það að útvega gögnin og panta viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa. Og svo þetta mér eitt í hug samt yfir matsviðtölin og viðtölin yfir höfuð. Þið þurfum ekki allir öll að koma á staðinn. Við erum með rafræn viðtöl og tökum viðtöl í Teams og bara eftir hvað þarf. Þannig að það er engin fyrirstaða. Sjá. Það er svo aðtöku hvort það kom ekki fleiri spurningar. Já, hérna kemur spurning. Er matsviðtali í boði í gegnum Teams? Já, það er það. Og það hefur einmitt verið, náttúrulega upp á síðkasti hefur verið mörg viðtöl í Teams og það hefur bara gengið mjög vel. Viðtölu við náms- og starfsráðgjafa. Það er líka hægt að taka þau í Teams. Það er fleiri spurningar. Sjá. Já, þarna kemur. Með bifvélavirkjun á mér er þetta bara fyrirhátið allur dagurinn, spá með vinnuna. Já, ég skil það. Ég þori ekki alveg að segja til það, hvernig það er skipulagt. Það líka skiptir máli hvaða áfanga þú þarft að taka. Af því við gerum því skóna að fáir einhver áfanga metna. Þannig að það fer svolítið eftir hvað það er mikið og hvernig þetta raðast. Já, fleiri spurningar.
aðeins að gefa smá tíma ef að koma fleiri spurningar. Og svo eins og þið vitið þá má alltaf hafa samband við ykkur í tölvupósti ráðgjöf@iðan.is eða hringja og biðja náms- og starfsráðgjafa. Og svo bara fylla út formið ef þið eru svona íhuga og viljið fá viðtal þá að gera það. Þannig að, sjá. Já, hér er þetta einn spurning. Er möguleiki að vélvirkin verði líka í boði? Á þessari stundu finnst mér ólíklegt. Við vorum með þá síðustu en stóran hóp, þannig að ég myndi ekki þora að lofa því. En eins og ég myndi samt ráðleggja að senda okkur, vera í samband við okkur tölvupóst eða eitthvað, þannig að við setjum þið á lista. En ég á síður vonaði á þessari önn. Kannski bara rétt svona við býðum eftir fleiri spurningum að þá má alveg taka það fram að þegar þið komið í matsviðtalið þá þarf ekki að kunna allt efni, þá þarf ekki að geta svara öllum spurningunum til þess að fá áfangan metið. Þetta er bara eins og í skólanum, það þarf að ná 5, þannig þetta er ekki eitthvað sem við þurfum að kunna upp á 10. Fleiri spurningar. Sjá, býða bara örlítið ef einhver að brenna inni með eina, annars minni ég bara á að það er einfalt að hafa samband við okkur, hringja, senda tölvupóst, fylla út formið og við munum hafa samband tilbaka. Þá held ég að þetta sé bara gott í bili. Ég þakka bara kærlega fyrir og vonast bara til þess að heyra í ykkur sem flestum. Bless.